Friðarsamkomulag Trumps byggt á sandi og tímaspursmælt hvenær það hrynur, segir prófessor í Miðausturlandafræði. Hjálparsamtök hafa enn ekki óhindraðan aðgang að Gaza, eins og framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi komst að. Allir, gjörsamlega allir, treysta á mannúðaraðstoð og munu þurfa að gera það til lengri tíma. Þörfin alger. 2 menn tvítugt seldu á annað 1000 úlingum forrit sem breytir kennitölum þeirra á Ísland.is. Fölsunin bara á vefsíðu Ísland.is, ekki í appinu. Það skiptir engu máli hvað maður gamall, segir 10 ára stelpa sem var að gefa út sína fyrstu bók og ætlar að verða rithöfundur. Maður segja svona að ekki gefast upp á drauminn þín og ekki alltaf neitt stoppa þig. Þó að hrekkjavakan hafi verið í gær eru enn margar myrkraverur á sveimi. Sumar þeirra hættu sér ekki út í veðrið í gær en nú farnar að stjá að gera grikk eða gott. Gott kvöld. Það bara tímaspursmál hvenær samkomulag Bandaríkjaforseta frið á Gaza hrynur að mati prófessors í Miðausturlandafræði. Framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi fór til Palestínu og segir erfitt að horfa upp á að börnum sé neitað leikföng og námsgögn. Þetta átti að fara til Gaza, fékk ekki tollafgreiðslu, þannig að flóttabörn á Vesturbakkanum fá að njóta þessara leikfanga sem eru fyrir aftan mig. Birna fór til Palestínu ásamt Sigyn Blöndal til þess að kynnast verkefnum UNICEF þar af fyrstu hendi. Ég heimsótti flóttafjölskyldur í gær sem búa við mjög bágan kost. Þetta eru fjölskyldur sem flúðu heimili sín þegar Ísraelsmenn réðust inn í flóttamannabúðir í Jenin í norðurhluta Vesturbakkans fyrr á þessu ári. Og börnin að vinna úr svo margháttuðum áföllum að eitthvað eins einfalt eins og koma leikföngum til þeirra lífsspursmál. Samkvæmt vopnahléssamkomulagi sem tók gildi fyrir 3 vikum á Ísrael að leyfa 600 vörubíla á dag inn með neyðaraðstoð á Gaza. Það hefur ekki gengið eftir. Birna segir vörurnar sem þó fái að fara inn séu orkurík næring fyrir börn, ýmislegt sem tengist aðgengi eða hreinu vatni, lyf og tjöld. En það rosa margt sem við fáum ekki að fara með inn og til dæmis við megum fara með tjöldin en tjaldstangirnar sem eru málmi eru rosalegt vesen og það sem eiginlega svíður svo mikið í hjartað að skólagögn, námsgögn og leikföng fá ekki að fara inn á svæðið og hafa eiginlega ekki fengið að fara inn á svæðið í 2 ár. Hún segir sláandi að upplifa þær hindranir sem standi í vegi fyrir nauðsynlegri neyðaraðstoð á Gaza. Það eiginlega ekkert eðlilegt við þetta ástand sem við höfum fengið að upplifa hérna á síðustu dögum. Það ekkert lifibrauð fyrir neinn. Allir, gjörsamlega allir, treysta á mannúðaraðstoð og munu þurfa að gera það til lengri tíma. Þörfin alger. Ólöf, eins og þannig kom fram, þá standast ekki öll ákvæði vopnahlésins, til dæmis afhending neyðargagna. Hvernig með önnur ákvæði vopnahlésins? Já, það hefur nú alls ekki haldið að öllu leyti eins og við hefum nú greint frá hérna síðustu vikur. Ísraels eru vissulega ekki að drepa 100 á dag, alla daga, en það eru árásir á hverjum degi og alltaf mannfall. En höfundur friðarsamkomulagsins, Donald Trump, hann svona bjartsýnn bæði á efndir og framhaldið, en það deila því nú ekki allir með honum. Nei, þetta vopnahlé hefur núna verið í gildi í 3 vikur, rétt rúmar. Og við höfum strax séð það á þessum 3 vikum að einu sinni hefur það komið upp að forsætisráðherra Ísraels hefur fyrirskipað aftur umfangsmiklar loftárásir, það sem að næstu í 100 manns voru drepin. En þær verður nú sem betur fyrr bara í 1 dag, en fyrir í dag þá ræddum við 2 sérfræðinga. Þau, hvorugt þeirra bjartsýnt á að þetta samkomulag leiði til sögulegs friðar eins og Trump telur að það geti gert. Og ein af ástæðunum fyrir því að samkomulagið sé í raun bara byggt á sandi. Þetta var ekki byggt á bjargi, það sem var hægt að raunverulega byggja ofan á eitthvað sem traustar sáttmála, það sem stríðsaðilarnir kom til saman til að ræða sameiginlega framtíð. Þetta var ekki neitt þannig, það var bara að búa til einhver draum
ykkur framtíð sem hefur enga stoð í veruleikunum. No, there's nothing very new about this. I think that the ceasefire, we all hope it holds. I hope that this will, in fact, at least bring a respite in terms of the violence of the war. Og þetta raun og veru bara tímaspursmál hvenær þetta hrynur aftur vegna þess að hvernig þetta var byggt upp, það bara veitir svo mörgum ólíkum aðlum tækifæri til þess að raun og veru eyðileggja þetta allt fyrir alla. But I think that it would be a mistake to think of this as fundamentally different from the other sort of impositions of particular kinds of external political and military authority that we've seen over Palestine and over the territories for, more than a century at this point. Robson segir að við þurfum að hætta að horfa á Ísrael og Palestínu og velta því fyrir okkur hver lausnin sé. I think we actually need to be asking whose interests does the continuation of this conflict serve, and who is maintaining it, who is ensuring that the conditions for it continue. Og þessu hægt að svara, segir hún. Í upphafi hafi það verið breska heimsveldið sem studdi síónista í því að stofna ríki fyrir gyðinga og sé tækifæri í því til að seilast til frekari áhrifa í heiminum. Svo hafi Bandaríkin tekið við sem leiðandi afl. So I think that we really need to think differently about why this has continued to be such a major global issue in ways that don't assume that the main parties are looking for a solution, which I think historically speaking is a position that's hard to sustain. Og hingað heim. 2 tæplega 20 menn voru handteknir grunaður að hafa selt á annað 1000 ungmennum forrit sem gerði þeim kleift að falsa kennitölu sína á vefsíðunni Ísland.is. Lögreglan og framkvæmdastjóri Ísland.is segja öryggi vefsíðunnar tryggt. Skilríki fólk séu í appinu, ekki á netinu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók í fyrradag 2 unga menn sem grunaðir eru að hafa selt töluverðum fjölda ólögráða ungmenna fölsuð skilríki með því að fara inn á mínar síður á Ísland.is og breyta fæðingarári í kennitölu þeirra svo þeir virtust vera eldri. Þau kaupa ákveðin kóða af aðilum sem að selja þetta. Þau þurfa síðan forrit inn í sinn síma til þess að geta tengt þennan kóða við vafran hjá sér. Og þessi kóði, hann les þeirra kennitölur og ef að þeirra kennitölur koma upp, þá þeim breytt. Þetta hafi eingöngu breytt hvernig vefsíðan birtist öðrum. En sú birting, hún bara í vafranum, þannig að hún hefur engin áhrif inn í lausnirnar. Engar breytingar hafi aftur á móti verið gerðar á gagnagrunni Ísland.is og ekkert bendi til þess að átt hafi verið við appið. Þetta sem sagt ekki þá í raun og veru verið að hakka Ísland.is. Síðan örugg og það ekkert sem að þau hefði geta gert til að koma í veg fyrir þetta hjá Ísland.is. Ekki liggur ljóst fyrir hvar unglingar sem keyptu fölsunina hafi ætlað sér að nota þau, hvort það hafi verið til dæmis til að kaupa nikótínvörur eða áfengi. Þjónustan var auglýst á 5.000 til 10.000 krónur á samfélagsmiðlum. Gögnin sem við höfum í höndunum, rannsóknargögn, benda til þess að þetta sé á annað 1000 ungmenna sem hafa keypt þessi skilríki eða aðgang að þessum fölsuðu skilríkjum. Þannig að þetta umfangsmikið. Hún bendir á að það sé ekki lögbrot að kaupa fölsunina. Aftur á móti sé ólöglegt að framvísa fölsuðum skilríkjum. Foreldrar þurfa að eiga þetta samtal við börnin sín. Þau sé ekki vandræðum en hvort þau séu með þetta í símanum sínum, hvort þau hafi keypt þessa þjónustu og bara gera þeim ljóst að það ólöglegt að framvísa þessu. Báðar minna þær á mikilvægi þess að þau sem taki við skilríkjum séu á varðbergi. Mínar síður inn á Ísland.is eru alls ekki lögleg skilríki, þannig að það ekki nóg að horfa bara kennitölur þar. Heldur verður að sjá skilríki í appinu með barkóðanum. Og þessi barkóði sanngilding á því að þetta sé gilt og löglegt skilríki. Tugir þúsunda komu saman í Novi Sad í Serbíu til að minnast þeirra 16 sem létust fyrir ári síðan þegar þak hrundi á lestarstöð í borginni. 100 höfðu gengið þangað frá höfuðborginni Belgrad, gangan tók 2 sólarhringa. Stúdentar og ungt fólk hafa leitt mótmælin í landinu sem hófust eftir slysið. Mótmælendur telja slysið sönnun á spillingu og hirðuleysi stjórnvalda. Forsætisráðherrann sagði af sér í janúar, en mótmælendur vilja að forsetinn Aleksandar Vučić segi einnig af sér og boðað verði til kosninga.
Minningarathöfnin hófst með 16 mínútna þögn á nákvæmlega sömu mínútu og þakið hrundi fyrir ári síðan. 1 mínúta fyrir hvern þann sem lést. Ovo je tužno, ovo je strašno, pogotovo biti u blizini ovog zločina. I mi se nadamo stvarno da više nikada se neće ovako nešto desiti. A mi kao starija neka generacija podržavamo ove mlade i oni treba da idu do kraja, a mi smo za njime. Puno je boli, puno je tuge, puno je emocija. Svaki kad god se nađe, kad god prođem ovom stanicom, ovdje živim, uvek suze idu. Ne mogu izostati. Sjálfstæðisflokkurinn hefur auglýst Valhöll til sölu, höfuðstöðvar flokksins við Háaleitisbraut í Reykjavík. Heilsuauglýsing birtist í Morgunblaðinu í dag þar sem húsið sagt eitt af þekktari kennileitum borgarinnar og það óskað eftir tilboðum fyrir 18. nóvember. Fasteignamat hússins 784 milljónir króna og brunabótamatið rúmur milljarður. Húsið var reist undir starfsemi Sjálfstæðisflokksins 1975. Í frétt í Morgunblaðinu haft eftir Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formanni flokksins, að leit sé hafin að nýju húsnæði sem þurfi helst að vera miðsvæðis í höfuðborginni. Mjög ólíklegt sé að flokkurinn byggi sér nýtt hús. Komu myrkursins fagnað á öllu Austurlandi þessa dagana og í bragganum á Reyðarfirði bauð kvæðakórinn til veislu í gærkvöld. Silgræn börðum sumardag sá ég hjörðum fróa. Við höfum frá upphafi unnið að upphafningu og svona, að halda lífi í íslenskri þjóðlagatónlist svo hún verði ekki bara eftir í fortíðinni, að vinna að gefa henni nýtt líf í nútímanum. Kvöldverðarbóðið, þar sem gestir voru leiddir saman í gegnum mat, söng og frásagnir, var hluti af dögum Myrkurs, sameiginlegri byggðahátíð íbúa Austurlands sem staðið hefur síðustu daga. Og veislan var jafnframt uppskeruhátíð eftir dvöl hóps listamanna á Austfjörðum undanfarinn mánuð. Það alls konar fólk, það eru stálsmiðir og tónlistakennarar og það eru skúlptúralistamenn og dansarar og leikarar, það alls konar fólk í þessum hópi og við bara notum styrkleika okkar til þess að gera svona upplifanir. Antonía gekk í kórinn eftir að hafa kolfallið fyrir honum á Þorrablóti. Og áttaði mig á því að flest mín uppáhaldslög sem barn voru kvæði eða þjóðlög og fekk að koma í kórinn og síðan hef ég bara legið í súpunni. Hún dálítið djúp, það er svo margt hægt að sækja þangað, þannig að ég held að þetta verði bara fyrir lífstíð. Bjarni leggur áherslu á að kvæða og þjóðlagaarfurinn sé í eigu allra, tilheyri engum einum hópi og öllum sé boðið á samkomur sem þessar. Það er ekki þjóðrembingur, þetta gengur ekki út af það, þetta er alþýðu til allra og það er það sem er fallegt í þessu. Og það víðar myrkurinn á Austurlandi. Í það minnsta eru myrkraverur á ferli í Hafnarfirði. Já, ertu óhult þarna, Alma Ómarsdóttir? Ég nú bara ekkert alveg viss það. Það er þvílíkur fjöldi hérna af allskyns furðuverum sem bíða þess að komast inn í þetta hræðilega hús hérna í Hafnarfirði og mörg hver hrópa hérna einhvers konar töfraþulu, eitthvað með 6 og 7, eitthvað sem ég skil ekki alveg hvað á að tákna. En þetta er aldeilis hræðilegt hús sem er hérna, við sjáum allskyns verur, bæði litlar en líka stórar. Jessica, hvað er í gangi hérna hjá ykkur? Herðu, við erum náttúrulega bara aðal að reyna að skemmta þessum börnum í þessu ofboðslega skemmtileg hverfi sem heldur upp á Reykjavíku alveg ofboðslega mikið og vel. Endilega flytja á vellina. Þú ert svona fallega græn en hérna, þú ert líka með fyrir vinkonuðinu hérna sem er ekki síður græn framann. Herðu, jú, þetta er hún Samea. Hvað er hún að gera? Herðu, hún er að búta kandifloss fyrir börnin okkar hérna. Og býtu, hún er bara hérna að allan daginn eða hvað? Herri, já, hún gæti verið að allan daginn og alla nóttina ef við myndum vilja það. Hvað heldur þú sért búin að gefa mörg kandifloss í dag? Já, það er alveg spurning. Sko, í fyrra þegar við vorum með draugahús þá vorum við nú með talning og þá fóru 850 manns í gegnum draugahús, þannig að ég gæti nú alveg trúa að við værum kannski búin að búa til svona, við erum kláðum 400 kannski stykki kandifloss í dag. Einmitt, og hún kannski getur hjálpað til við uppvaskið eftir Reykjavíkunni eða hvað? Já, ég veit það ekki, ég vona það.
Það verður örugglega alveg nóg að gera við að taka til hérna. Heldur að ég geti nokkuð fengið að sníkja eitt svona kandiflós hérna hjá okkur? Að sjálfsögðu. Heldur, mun hún rétta mér þetta eða hvernig virkar þetta? Má ég tróða með strákar? Já. Takk fyrir. Þá bara segjum við þessu loki hérna úr Hafnarfirðinum. Takk fyrir þetta Alma Ómarsdóttir og farðu nú varlega. Ekki gefast upp á draumunum þínum er boðskapur bókar sem 10 ára stelpa gaf út og hún gerði einmitt það, gafst ekki upp. Hún ætlar að verða rithöfundur þegar hún verður stór. Þetta er bókin mín Snúlla og ég heiti Hekla Rós Gunnarsdóttir Daniel og ég er mjög mikið aðdáandi Snúlla. Hún er þennan gaur, Snúlla, og þetta er Snúlla því hann fór upp í geim. Oftast eru bækur að segja þér eitthvað. Bókin mín er líka að segja þér eitthvað. Man er að segja þér svona að ekki gefast upp á drauminn þín og ekki alltaf neitt stoppa þig. Og að enginn getur stjórnað þig allt þitt líf. Foreldrar fá stjórnað smá en ekki allt. Hekla Rós gefur bókin út í samstarfi við upphaflega höfund Snúllabókana sem hvatt hana til að láta slag standa eftir að Hekla hafi komið með nokkrar hugmyndir af nýjum ævintýrum fyrir Snúlla. Það er líka svo mikilvægt fyrir mig að geta gefið barn tækifæri til að skrifa og gefa bækur út og fína að þau geta gert þetta og að þau eru rithöfundar líka og að þeirra rödd skiptir máli líka í okkar samfélaginu. Þegar hún sagði mér að þetta væri geggjuð bók og hann var á leiðinni að printa, þá var ég bara svo glöð og svo bara leið mér eins og ég gæti gert fleiri bækur og þau eru sko í vinnslu. Hekla Rós skrifaði bæði bókina sem tók 3 mánuði og myndskreitina sem hún segir að hafi tekið mun styttri tíma eða 2 daga. Og ég bara vona að það eru fleiri krakkar að úti sem vilja líka vera rithöfundar og það bara skiptir engu máli á aldri að skrifa sögur. Það skiptir máli á hvernig maður vill þetta sko. Sko ef maður vill þetta, hvað sögur þarf hann að vera og hvað fólki líkar. Takk afi. Já, framtíðin er björt og við skulum vona að það sama sé með veðurspána. Norðaustan 10 til 18 metrar á sekúndu, norðvestan til á morgun, annars mun hægari vindur. Rigning eða súld með köflum og slitta á Vestfjörðum, en þurrt að mestu sunnan heiða. Hiti 2 til 8 stig að deginum, mildast sunnan til. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. 3 leikir fóru fram í Olísdeild kvenna í handbolta í dag. Valskonur unnu stórsigur á Hlíðarenda og mikil spenna var í Garðabæ. Þá mættust Keflavík og Njarðvík í nágrannaslag í bónusdeild kvenna í körfubolta. Við hittum Auði Geirsdóttur fyrrum meðlim í meistaraflokksráði kvenna hjá knattspyrnudeild Fram. Hún kallar eftir samstilltu átaki til að bæta umgjörð kvennaboltans hér á landi. Anna Þorsteinsdóttir, forseti hagsmunasamtaka knattspyrnu kvenna, kemur til okkur og ræðir þessi mál. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir andartak. Skulum við fara yfir það sem er helst í þessum fréttatíma. Friðarsamkomulag Trumps er byggt á sandi og tímaspursmál hvenær það hrynur, segir prófessor í Miðausturlandafræði. Hjálparsamtök hafa enn ekki óhindran aðgang að Gaza eins og framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi komst að. Allir, gjörsamlega allir, treysta á mannúðaraðstoð og munu þurfa að gera það til lengri tíma. Þörfin er alger. 2 menn tvítugt seldu á annað 1000 úlingum forrit sem breytir kennitölum þeirra á Ísland.is. Fölsunin er bara á vefsíðu Ísland.is, ekki í appinu. Það skiptir engu máli hvað maður er gamall, segir 10 ára stelpa sem var að gefa út sína fyrstu bók og ætlar að verða rithöfundur. Man er að segja þér svona að ekki gefast upp á drauminn þín og ekki alltaf neitt stoppa þig. Þó að hrekkjavakan hafi verið í gær eru enn margar myrkraverur á sveimi. Sumar þeirra hættu sér ekki út í veðrið í gær en eru nú farnar á stjá að gera grikk eða gott. Það var þetta upptalið hjá okkur þetta laugardagskvöldið. Þó sé farið að hlána suðvestanlands þá ætlum við að kveðja ykkur með því að bregða okkur 3 daga aftur í tímann og sjá myndir sem Ragnar Vísas tók í vikunni af Reykjavíkurborg í vetrarbúningi. Takk fyrir samfylgdina á öllum okkar miðlum þar sem af er þessum degi. Verið sæl og njótið helgarinnar. Þótt falli snjór og þeki þessa borg, þurrum kvíða breiða á Lækjartorg. Hvíta blæju minnir mest á sorg
og mæði kalt á fölri unglingskinn. Þótt hvað tvís kári taki sópinn sinn og sóp af mestu eljugangstíinn og þjóti hratt Austurstræti